að verða einhver breyting á því hvernig veirur haga sér eða hvernig það bara komast í fólk? Já, ég held að svarið við þeirri spurningu sé já. Í fyrsta lagi þá maðurinn svona býsna ágeng tegund. Hann hefur tekið yfir stóran hluta af þessari plánetu sem við byggjum. Hann hefur ráðist inn í lífríki sem eru býsna flókin og hafa verið einangruð árþúsundaskeið og rutt skóga og lagt sér til munns ýmiss konar dýrategundir sem eru ekki aðlagaðar okkur. Allt þetta eykur líkurnar á snertingu milli þessara tveggja heima. Annars vegar okkar heims og þessa stóra og flókna örveru heims sem fylgir þessum vistkerfum. Og þegar við erum stöðugt að ásælast og leggja undir okkur þessa staði eins og skógar eru, skóglendi og lífríki í mjög víðum skilningi, að þá kemur til þessara árekstra og tíðni þessara árekstra hefur verið að aukast. Nú, til viðbótar í þessa uppskrift að þá má bæta við að okkur að fjölga. Við erum orðin gríðarlega mörg á þessari jörð. Við erum 8,6 milljarðar. Þriðja uppskriftin við erum farin að ferðast hringinn í kringum jörðina á innan við sólarhring. Þannig að allt þetta leggst á eitt að ef einhver kemst í tæri við nýjan sýkil, að þá eru miklu meiri líkur á því að úr því verði eitthvað meira heldur en bara staðbundið vandamál. Þetta hefði vissulega og hefur örugglega alltaf gerst í gegnum tíðina, gegnum aldirnar, að einhver hefur verið óheppinn, fengið í sig einhverja tiltekna sýkingu og annaðhvort jafnað sig eða dáið, og það hefur ekkert haft mikið meiri þýðingu en það. En í dag sviðsmyndin allt önnur og við búum þétt, við búum í borgum, við erum í flugvélum, við erum í lestum, neðaralestum, við erum á fótboltaleikjum þar sem eru 100.000 manns samankomnir, allir syngjandi, skiljiði mig. Allt þetta, að það gerir það að verkum að líkurnar á dreifingu hámarkast. Og þær hámarkast ekki bara í nærsamfélagi þessum að fær í sig smitefni í fyrsta skipti, heldur dreifir hann smitefninu langt út fyrir landamæri síns lands og jafnvel getur nýr sýkill ferðast, eins og ég segi, hringinn í kringum hnöttinn á innan við sólarhring. Þannig að ég held að flestir sem rannsakað hafa þessi mál séu á einu mál það að þessi vandamál séu komin til með að vera. Þau eru komin til að vera vegna þess að það er mjög erfitt að snúa þessari braut. Það er ekki ómögulegt, en ég tel líklegt að menn muni eftirleiðis vera kannski betur meðvitaðir þetta og reyna að draga úr hættunni eins og kostur